Komið sæl og verið hjertanlega velkomin aftur að Rauðaborðinu. Nú hef ég með mér hér góðar konur, gesti kraftmiklar konur, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir og Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Verið velkomnar. Takk. Baráttu konur gegn kynbundnu ofbeldi það ekki titill sem ykkur að skapi en þeir svo sem ýmislegt annað líka en þetta nú svona fókusinn sem við ætlum að taka hérna í dag og það heimilisofbeldi ofbeldi í nánum samböndum og núna þegar líður að jólum þá hefur verið greint frá því að það greinist ákveðin aukning í heimilisofbeldi og hvað svo sem veldur ég veit ekki, kannski bara spyr þig hvað Linda hvað veldur? Já, þetta nú alltaf svolítið upp og niður þessar tölur og en það hefur oft aukist aðsóknin þegar svona líður að jólum en það svo sem erfitt að spá í það hvað nákvæmlega sem veldur. Það getur verið að konur eiga oft heimagengt í að sækja til kannski vini og aðstandenda og koma kannski frekar til okkar á svona viðkomum tímum. En eins og ég segi, tölurnar eru upp og niður og við vitum aldrei nákvæmlega hversu margar sækja í hvernig dag hvern. En þetta ár hefur verið þungt ef við ætlum svona aðeins að líta tilbaka. Þetta hefur verið mikið að gera og við sjáum að við erum ekki að ofbeldi ekki að minnka, það nokkuð ljóst. Nei, og þið greinið aukningu, þegar það eru svona sveiflur í tölum, eitthvað svona sérstakt þar að baki, farið í einhverja greiningavinnu svona félagsfræðilega, bara hvað veldur, krepputímar eða einhvers konar stjórnmála óvissa eða eitthvað svona fylgni eða Það virðist nú vera svo sorglega staðreynd að ofbeldi í nánum samböndum bara ríkjandi faraldur sem alltaf mallandi undir niðri og svolítið jafnt og þétt og svo það svona misjafnt hvað konur koma og sækja sér stuðning. Það vissulega meira að gera hjá okkur þegar við gerum okkur sýnilegri og minnum á okkur. Við höfum verið í herferðum núna, bæði í sumar og svo aftur núna að minna á þjónustun okkar, bæði dvölina og viðtölin sem konur geta sótt í og fengið að spekla sín mál og vissulega vita nú flestir að því að það til kvennaathvarf en það virðist svo vera að við þurfum ofta að minna á okkur. Við erum hér og við erum alltaf til staðar og við erum með opinn síman allan sólarhringinn og maður veit aldrei hvenær rétta augnabliki hvenær kona sér skilaboðin frá okkur og hugsa já, nú ætla ég að fara á aðeins að heyri í þeim og sjá hvað það segja. Þannig að við erum bara reynum alltaf að minna á okkur aftur og aftur og ný kynslóð kemur upp og sama ofbeldið til staðar því miður en konur virðast vera duglegri og þolendur að sækja sér aðstoð og tala ofbeldið en á sama tíma þurfum við að auka svolítið fókusuna því hvaðan kemur ofbeldið og okkur það ekki að minnka þrátt fyrir aukna fræðslu og upplýsingu og umtal. Þannig að það svolítið það sem að fókusin á núna í umræðinu svona alla Evrópu í rauninni. Og þegar við tölum heimilisofbeldi þá erum við kannski Þórdís Elva, það kannski ekki orð sem að þú myndir nota svona þína sérfræði og yfir þína sérfræði þekkingu en þú hefur skoðað mest stafrænu málin það þetta gerist svona allt fyrir utan heimilið myndi ég segja getur þú kannski útskýrt hver í rauninni hvaða hugtaka ég var að nota svona þegar við erum að tala þetta kynbundið ofbeldi. Já, akkurat. Takk, frábær spurning, sko. Já, ég verð alltaf samt aldrei, hvað maður segja, ánægð þegar að tækifæri til að tala hugtaka eins og heimilisofbeldi ber á góma vegna þess að það finnst mér einmitt vera eitt af þessum hugtökum sem að hjálpa okkur pínu að setja fókusun á réttan stað vegna þess að ef við leifum orðið eins og heimilisofbeldi að verða okkur tamt að þá erum við líka svolítið að gera gerandan pínu ósýnilegan af því að þetta ekki heimilið sem veldur ofbeldinu og það til fullt af fólki sem á heimili en býr ekki við ofbeldi. Ég held nefnilega hugtakanótkun skiptir rosalega miklu máli og hvernig við leifum okkur að tala hlutina, hvar við setjum það ábyrgðina, hvar hún lendir af því orð eru til alls fyrst og mér finnst við vera komin
við sem vinnum við þessi mál dagstælega og það er vissulega rétt þegar að ég fengist mikið við þessi stafrænu mál undanfarin ár en hef komið víða við og var einu sinni stjórnarformaður í kvennaathvarfinu sem Linda vinnur í dag þannig að mér er mjög kært til athvarfsins og þekki þá hlið líka á ofbeldi í nánum samböndum. En það er einmitt kannski mest lýsandi hugtakið, ofbeldi í nánu sambandi og mér finnst við vera komin aðeins lengra með þetta á enskunni. Ég vinn nefnilega töluvert mikið með ensku í daglegu starfi og þar er svona fara að örla meira á því að fólk tali bara hreinlega men's violence against women sem ég veist vera svo gott skrifir rétt átt sko að þar erum við að afhjúpa hvar undirótt vandans raunverulega er. Hér erum við að tala ofbeldi sem karlar eru miklu mæli að beita konur og einmitt kynsins vegna. Það er að segja að konur eru að verða fyrir ofbeldi af hálfu karlar sem að karlar eru ekki að beita hvort annan á sama hátt eða í sömu aðstæðum eða já, ef út í það er farið sko. Þannig að það eru svona þær hugrenningar sem ég er komið hljóður. Ég var einmitt að hugsa Linda að tala á þann að það ætti kannski að kalla þetta fremur sko athvarf vegna ofbeldis karla en ekki kvennaathvarfið í raun og veru. Að því að sko konur eru ekki vandamáli hér. Heldur eru þetta kallarnir sem er að beita ofbeldinu sem við ættum að vera að tala og róa öllum árum að því að breyta þeirra atferli. En af hverju beita þessi karlar ofbeldi? Já, ef við vissum það við Linda varum við bara atvinnulausar í dag held ég að varum búin að leysa þetta. Já, þetta er mjög stór spurning og hefur verið, sko fyrst var talið að þetta væri eitthvað sem við myndum laga með aukinni fræðslu og aukinni meðvitundum hver eru merki kynbundins ofbeldis og ofbeldis í nánum samböndum. Það virðist ekki duga til og rauninni gátum við sagt okkur það að ofbeldi lagi mun dýpra en það og vandamálið. Það hefur verið talað að þetta sé í rauninni eitthvað sem þarf að nálgast með mjög marglæga nálgun á mörgum sviðum. Þetta virðist líka mjög djúpt í menningun okkar og mjög djúpt í þessu valda ójafnvægi sem virðist ríkja og það virðist ekkit endilega skipta máli bakgrunnur geranda eða uppeldi eða annað. Það virðist vera að samfélagi hafi mun meiri áhrif heldur en uppeldi þegar kemur að þessu. Að vissulega er einhver hluti geranda sem hafa alist upp við ofbeldi einnig en það er ekki ófrávíkjanlegt á engan hátt og þú getur ekki reynt að segja til fyrirfram hver lendir í slíku og hver beitir slíku og við sjáum það á okkar tölum bæði geranda og þolenda að þetta er algjörlega þverskurður af þjóðfélaginu hvað sem veldur hvort sem það er uppruni eða menntun eða hvað það er. Þannig að já, við getum náttúrulega, það er þessi ójöfnuður í valda struktúrnum bara í samfélaginu og það þarf svolítið að nálgast það með svona það sem heitir svona snemtæk svona hvað kallar það forvarnir forvarnir sem koma á svona fyrsta stigs forvarnir svo að kallað þar sem við rauninni nálgumst börnin okkar mun fyrr í samskiptum tilfinninga, þroska hvernig við leysum úr ágreiningsefnum og slíkt. Það er mjög áhugavert eins og að svona Kolbrún hefur talið sem var hjá jafnréttisskólanum hvernig við nálgumst drengin okkar, við lesum minna fyrir drengi, við tölum minna við drengi, það er ennþá mismunun í hvernig við nálgumst kynin. Svo er það náttúrulega bara þessi stóru vandamál sem við erum að horfa upp á í dag sem er náttúrulega bara eins og Þórdís talar sem er valdið sem orðið hefur og diskurs eða orðfæri, það er hvernig við tölum konur og hvernig við tölum ofbeldi, hvað við leyfum okkur að segja í kommentarkerfum annars staðar, hvernig talar við konur í stjórnunarstöðum eða við erum að sjá ráðherra rökklast frá í öðrum löndum vegna talmáls og annað. Þannig að þetta hefur allt svakalega mikil áhrif og svo náttúrulega síðast en ekki síst að það er þetta kerfisbundna stofnana ofbeldi sem við erum að leyfa með því að taka ekki á ofbeldismálum í nánum samböndum eins og öðru ofbeldi, að tryggja ekki öryggi kvenna þegar þær stíga fram og fordæma ekki algjörlega skilyrðislaust allt slíkt ofbeldi með dómi og lögum og þar erum við að senda út sífellt skilaboð að þetta sé á einhvern hátt í lagi, þannig að það er alveg saman hvað ætlar að beita mikilli fræðslu, þú lagar það ekki þegar þú ert að senda út þessi skilaboð í samfélagi á sama tíma.
Já, ég myndi líka segja sko, mér finnist í langflestum tilvikum svona meiri hluti ofbeldis hægt að rekja í raun og veru til tveggja svona undirliggjandi þátta og það annars vegar sko það sem heitir á ensku entitlement eða finnast maður einhvern veginn að rétt á einhverju og það að ég á rétt á einhverju að það veitir mér leið þá í raun og veru svona ákveðna ástæðu til að tilgangurinn helgar er meðali hér. Til dæmis svo algengar ánkvömynd að ef maður í sambandi, ef maður rétt á kynlífi til dæmis sem kannski búin að vera undirliggjandi rót kynferðisofbeldis innan náinna sambanda í bara nánast alla mannkynssöguna getur við sagt sko. En það mitt að kallar ég þá rétt á kynlífi með konum og rétt á líkama kvenna og svona er náttúrulega bara myndi halda aðal drifaflið í sko hlutgerfingu, klámvæðingu og kynferðisofbeldi kvenna og svo náttúrulega hin stóra breytan er stjórnun og völd og bara rétt eins og kynferðisofbeldi snýst ekki kynlíf og heimilisofbeldi snýst ekki heimili, þetta snýst allt þegar upp staðið að drottna yfir annarri mannsku í einmitt krafti valda ójafnvægis og ef valda ójafnvægi hefur fengið að vera uppi lengi, tala nú í mannlegu samfélagi það sem við erum að tala sko aldir, árþúsundir þar sem að konur hafi verið undirokaðar að þá ertu náttúrulega með mjög svona frjóan jarðveg fyrir þá hugmyndir eða ranghugmyndir völd og stjórnun og það auðvitað það sem er aðal drifkrafturinn á bakvið ofbeldi þessi þörf fyrir að stjórna og deila og drottna sko. Þú talar fræðslu, nú hefur þú verið sinnt svona mikilvægu fræðslu hlutverki, ég hef fylgst með þér á Instagram, þú hefur verið að heimsækja menntaskólana. Hvernig nú hafið þið verið í málaflokknum lengi, er einhver munur svona á ungu fólki í dag og áður og hvernig það talar þetta ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisofbeldi, kynbundið ofbeldi og svo fram eftir götunum? Já, sko. Og það svo margt nefnilega, ég er bæða með góður og slæma fréttir, stelpur, því miður, sko. Hvoru vil ég byrja á? Byrja á góðu og slæmu? Já, góðu. Byrjum á slæmu og svo svona mildaru höggin með þessum góðu. Það eigum við eina rúsinu í fyrstundum. Já, sko, ég myndi segja að slæmu fréttina séu þær að við erum að finna fyrir miklu bakslagi viðhorfi. Að jafnréttis viðhorf eru bara svo sannarlega ekki eitthvað sem hoggi í stein og við kannski eigum það til að vera svolítið værukær þegar við erum búin að ná ákveðnum áfanga að finnast að þá séu bara komin í höfn en sko nýlegar viðhorfskannanir sýna það bara að það er langt í frá satt og rétt og nú var Sameinuðu þjóðirnar gert svona gender bias kannanir allan heim eru gefnar út annað hvert ár og í fyrsta skipti bara kom í ljós viðsnúningur þar sem það er ekki lengur þannig að yngsta kynslóðin er með opnasta viðhorfið og minnstan bias í garð kvenna. Heldur núna í fyrsta sinn að koma í ljós að ungir karlmenn eru með meiri fordóma og trénaðar hugmyndir konur heldur en feður þeirra. Hvað hefur gerst? Já, ég myndi vilja meina, ég meina eins og Linda benta á þann, þetta er marglaga vandi og kannski ekki ein hlít skýring á svona stórum heimslægum, hnattrænum vanda, en ég myndi ætla að hér séu við svolítið að sjá afleiðingarnar af bara samfélagsmiðla væðingu og kannski algoritma manipulation. Það sem að til dæmis svona sjokkeffekt áhrifavaldar eins og Andrew Tate sem hefur nú sagt að konur sé sjálfum að kenna ef þeim er nauðgað og það rétti nú ekki að vinna utan heimilis og séu ekki leiðtogefni og annað. Hann einn og sér er með 13 milljarða áhorfa á TikTok-miðlinum einum og sér. Þannig getur rétt ímyndað ykkur hvað hann er með mörg áhorf bara þvert yfir, heilt yfir interneti sko. Þannig að maður sem hefur svona greiðan aðgang að ungu fólki, ef við lítum á miðlinn eins og TikTok, þar sem algoritminn í raun og veru er þjálfaður til að fylgjast með því hvað þú staldrar við, að þá er ekki að undra ef þú staldrar við myndband sem er ekkit endilega höfða til þín af því að það er góðu boðskapur heldur einmitt vegna þess að það stuðar þig og þú staldrar við af þeim orsökum, að þá les algoritminn það ekkert, hann bara sýniði meira af þessu tiltekna efni. Þannig að það er bara verið margsinni sýnt að ef ég staldra við eitt Andrew Tate myndband að þá bara klukktíma seinna eru komin 10 slík í mína fréttavitu. Bara verið að heila þvó. Já, þannig í raun og veru er mest sjokkerandi efni sem kannski er með mesta skautun og pólariserar okkur mest sem samfélag og er einmitt kannski með
ákveðna illa undirót, það er verið að ala á sundrungu og sjokkum og þú veist verið að reyna auka áhorfið á okkur ákveðna áhrifavalda eða miðla, að það er að valda því að meira af slíku efni á þá greiðar aðganga sífellt yngri áhorfendaskara. Þannig ég hugsa að það sé mögulega að valda því að núna eru drengi komnir með mjög svona bjagaðar hugmyndir jafnrétti miðað við bara feður þeirra. En nú koma börnin í athvarfið og hvernig eitthvað sem að þið getið gert eða gerið innan hús til þess að taka og svona einhvern veginn bara hjálpa krökkum sem að hafa kannski upplifað ofbeldi og mögulega á TikTok alast upp í einhverju svona samfélagi þar sem að ofbeldi er svona eitthvað tjáningaform. Getið þið einhvern veginn náð til þessara krakka? Já, ef ég gríp fyrst aðeins fyrir spurninguna, að við förum sannarlega líka með fræðslu, bæði í menntaskóla og bara á stofnanir og í framlínuna sem er líka svo mikið vægt, fræða svona merki kynbundisofbeldis og ofbeldis í nánum samböndum og það sem við erum svolítið að merkja einnig bara líka með konurnar sem til okkar koma og ungar konur, það er nefna miklu fleiri tegundir ofbeldis þegar þeir eru að tala hvernig ofbeldi hefur þú verið beitt og það er ekki að fyrir tegundir ofbeldis eru að aukast heldur bara að gera þær sig grein fyrir að þetta sé ofbeldi, hvort sem það er fjárhagslegt ofbeldi, mjög mikið stafrænt ofbeldi, náttúrulega ellirhelling og eldirhelling, ekki ellikelling og mjög mikið svona bara gróft kynferðislegt ofbeldi innan sambanda og það er líka það sem við erum þá að merkja kannski frá gerendum að það virðist vera ef eitthvað er að verða grófara ofbeldi, það er meira kyrkingatak talað morðhótanir og mikið fjárhagslegt ofbeldi, mikið andlegt ofbeldi, þannig að það er svona við finnum svona eins og að sé einhvers konar stigmögnun jafnvel í ofbeldinu og það eru ofta hræddar líf sitt. Þannig og ég held að það er svona kannski bara það sem við erum að sjá líka í lögreglugögnum, það er svona stigmögnun í ofbeldi. Þú nefnir fjárhagslega ofbeldi þá ætlaði að vera með okkur kona þolandi ofbeldis í dag en hún ákvaða þetta var ekki alveg tíminn fyrir hana en hún sem sagt gaf mér leyfi til þess að segja frá hlið ofbeldis sem að var mér algjörlega bara glænýjar upplýsingar en hún sem sagt er búin að vera að standa í ströngu núna, hún er skilin við mann og viðkomandi hefur núna vegna þess að hann náði ekki til hennar, hún sem sagt blokkar hann, lokar á hann á öllum miðlum og þau eru þetta gangi gegnum skilnað, það er eitthvað hús þarna í spilinu, eitthvað svona að hann tekur upp á því að byrja að rukkana leigu í sameiginlegu húsinu þeirra sem þau eru að semja og þegar hún bara með aðstoð lögmanns einhvern veginn tjáir það að þetta sé nú ekki rétt og hún sé þessu ekki samþykk þá býr hann til innheimtu á hana og þetta er eitthvað sem er hægt að gera bara í heimaböngum er að búa til innheimtu og kalla eftir því og þú veist hann kallaði eftir því og myndi greiða hann eitthvað svona alveg brjálæðislega upphæð og þegar hún svo ekki svarar innheimtunni og hún er komin yfir gjalddaga þá missir hún svona kreditskori lánstrust og hún fellur niður bara 3 flokka á einhverjum 2 mánuðum hún sem er að reyna að kaupa sér nýtt hús með nýjum maka og þarna er þessi aðili búin að ná einhverju taki á henni sem og með aðstóð bankakerfisins einhvern veginn og er þetta eitthvað svona þið hafið heyrt áður? Já, algjörlega og þetta er bara algjörlega magnað þú veist, þeir mega margir fá 10 fyrir effort af því þeir eru alveg bara orðnir oft mjög klókir í þessu fjárhagslega ofbeldi og halda konum í fjárhagslegum fjötrum eins lengi og mögulegt er og skila þær koma út í samfélagið algjörlega ekki allslausar heldur í stórum mínus og þá hafa þær bæði náða að gera þannig að skilnaðurinn er þannig að þær fá ekki neitt og eru skrifaðar fyrir hinum ýmsu hlutum og ofbeldi náttúrulega lýsir sér oft þannig að þær eru
mjög einangraðar, hafa lítið tengslanett og hafa ekki fengið að hafa aðgang að fjármunum, ekki aðganga að einkabanka né neinu slíku og þeir líka ná að draga skilnaðin út í óendanlega þannig að þær eru ekki að fá aðstoð oft frá félagsþjónustunni eða þau úrræði oft duga ekki til að við þær eru skráðar giftar þannig að jú, þetta hefur verið sko eitt stærsta vandamáli við að stíga út úr ofbeldinu og oft það sem að svona, heldur þeim og toga þær oft tilbaka að því þær hafi ekki þetta fjárhagslega forræði til þess að komast út í samfélagi. Og á einmitt ónýtan leigumarkað og þetta er bara virkilega og það hefur verið algjörlega ótrúlega mikill fengur fyrir okkur að hafa geta byggt upp þarna svona búsetubrú fyrir konurnar þannig að þær geta leigt af okkur íbúð í alltaf ár eftir að þar hafa verið í kvennaathvarfinu þá eru það svona sumar sem að ná að gera það hjá okkur þannig að þær fá hann auka tíma til að koma undir sér fótunum þannig að það hefur verið algjörlega ómetanlegt en mér langar líka að grípa barnaspurninguna, mér langar ekki að hleypin í burtu, hún er svo ótrúlega mikilvæg að við fyrir svolítið, þetta er svo margt sem við getum rætt en mér finnst mikilvægt að við erum sannarlega með ráðgjafa, sérstaklega fyrir börnin í athvarfinu og sem var svona aðalega sérum það að grípa börnin þegar þau koma þannig að þau finni öryggið, við erum líka með húsmóður í athvarfinu þannig að við erum með þessa rútínu og alltaf eins og það verið að baka og elda þannig að þeim líði vel, það er númer 1, 2 og 3 þegar þau koma. Það er náttúrulega mjög misjafnt hversu lengi þau eru, hversu langan tíma við fáum með börnunum en þetta er svona það sem við leggjum aðalega upp með börnunum að þau eru oft mjög ringluð og oft ekki sátt við að vera komin til okkar þó svo ástandi heima hafi verið hræðilegt þá eru þau oft búin að búa sér til sitt öryggisnet, börn eru ótrúlega útsjónasöm þannig að þau eru oft búin að finna einhvers konar leiðir til þess að koma sér hjá ofbeldinu, hvort sem það er að vera hjá vinum eða gista hjá nágrannanum eða hvað þetta er allt tekið úr höndunum þeirra þegar þau komið til okkar og þau eru oft mjög ringluð þannig að það er mjög mikilvægt að þau ná að lenda og það er nú eitt af því mest gefandi við það að starfa í kvennaathvarfinu það er að sjá þau opnast bara einhvern veginn eins og lítið blóm og finna öryggið og traustið en það sem mikilvægast er í starfinu með því að fylgja þeim áfram það er að vinna með mæðrunum og valdefla þær og það er líka önnur vinna sem við leggjum mikið í athvarfinu. Það er svolítið að þær eru náttúrulega oft mjög þreyttar og aðframkomnar þegar koma og þurfa aðstoð við það að takast á við börnin og hvernig þau eiga að ræða þessi mál við þau og fylgja þeim áfram inn í næstu skref og hvernig þau vinna með þessi mál eftir að dvöl í athvarfinu lýkur valdefla þær í þeirri vinnu þannig að þetta þykir okkur mjög mikilvægt. Má ég kommenta þess? Byggja ónan sem að Linda segja þetta fléttast allt saman ofbeldi sem hún er að fást við ofbeldi sem við erum að rannsaka í samtökunum mínum þar sem við erum með stafræn réttindi og ofbeldi í fókus en hún nefndir áðan að þú veist þeir eru svo hugvitsamlegir ofbeldismenninni að finna leiðir til að halda áfram að hrella og halda í heljargreipum sínum þolendum og þetta er einmitt að sjá nú þarf ég bara að fara í sömu spor og þú áðan María, ég stundi bara á ekki auka tekja orð, hvernig datt einmitt í hug, hvernig þú veist bara það þekkir engin mörk hugviti þegar á að taka konu í bóndabeyju annars vegar og við erum til dæmis með fulltrúi í Finnlandi sem rekur þar svona hotline eða síma þjónustu fyrir konur sem eru fyrir stafrænu ofbeldi og þar einmitt konur gjarnan nýfráskildar eins og við vitum er það hættulegasti tíminn í lífi kvenna þar þegar þeir eru að reyna að losa sig úr viðjum ofbeldissambands og gjarnan í tengslum við skilnaða rétt eftir sem þeir eru svona í mest hættu og þá er okkar fulltrúi í Finnland að segja okkur það að þar er bara mælanlega ofbeldismenn að ganga svo langt að hakka sig inn í hundaólar af því hundaólar í dag eru svona smart devices þannig að þú getur, þú veist, ef hundurinn hleypur 200 metra þá getur þú kallað í hann bara í gegnum ólina en þú veist, þannig að það er mikrofón og svoleiðis í þessu tækni en þú veist, þú getur hakkað inn í
ólhundsins og hlerað konuna þina, bara við hvernig hún að tala þannig út að labba með hundin, hvort hún í símanum og svo framvegs og svo annað dæmi þar sem að nýfráskilið fólk náttúrulega ennþá með aðgang aðaldæmi, smart lýsingun og heimili og að dunda sig við það kannski kveiki og slökkva ljósin á heimilin alla nóttina þannig enginn festi svefn. Það eru svona ótrúlegustu hlutir sem að stafræn tækni er misnotuð til að viðhalda ofbeldismynstri og viðhalda þessari ógnarstjórn. En ég lofaði ykkur áðan ég væri með akkurat já, bara þetta er alveg ótrúlegt þú segir bara allt má nú misnota þetta er alveg en ég lofaði ykkur ég væri með góða frétti líka heyrðu bara guðis ég lofa þessi til eitthvað slíkt líka en ég er búin að vera tölvöld lengi við þetta Heygarðshorn stafrænu málefnin og var það mikið hitamál og það meitt gerist þegar ég sit í stjórn Kvennaathvarfsins að við vitum það að það hefur aldrei verið auðvelt að yfirgefa ofbeldismann, það var einmitt alltaf verið lífshættulegt að yfirgefa ofbeldismann en svona í kringum 2010 þegar að kom inn í stjórn þá finnum við bara svona merkjanlegan mun að frásagnir kvennanna voru að breytast. Þannig í staðin fyrir að sögðu bara þetta sem er segin saga, lífmettir í hættu ef ég reyna að yfirgefa hann, þá var ekki nóg með að lífmettir í hættu heldur á að núna myndefni af mér, hann á nektarmyndir eða kynlífsmyndbönd sem að hægt að setja núna á miðil þar sem allir eru. Áður var alveg hægt að setja þetta á netið, en kannski þá einhverju svona obskjúr heimasíðu sem enginn var á. En núna var hægt að núna svo að það var bara hægt að taka allt mitt tengslanett, alla mína samstarfsfélaga, börnin mín, foreldra mín, alla. Þannig að niðurlægingin varð algjört, en svona eins og Þorpstorgið. Þetta varpa mér nakin upp á Þorpstorginu í raun og veru. Þannig að það gerði að verkum að konur voru að læsast inni í ofbeldissamböndum á áður óþekktan hátt. En stafræna ofbeldið var svona svo undirlag fyrir öllu hinu og hélt þeim í þessum heljargripum menn fastar en áður. Af því þær sögðu, vissulega eru ekki allir dagar hræðilegir með ofbeldismanninum. En ég veit að ef ég reyni að yfirgefa hann, þá verða allir dagar hræðilegir því núna verði þá svipt þessari reisn sem ég þó á eftir. Að sjálfsveiningin verður þá bara mögulega það sem fer næst, það sem hann svifti mig næst vegna þess að á þetta efni. En þannig að það kveikti áhuga minn á því að fara inn á þessar stafrænu ofbeldisbrautir vegna þess að ég leita á þetta sem bara einmitt svona hengilásin utan á ofbeldissambönd og ég spurði fyrir 10 árum síðan í hringferð sem ég fór þá allt Ísland og talaði 17.000 krakka hverju þekkja einhvern sem orðið fyrir því sem kallast myndrænt kynferðisofbeldi þar sem konur voru að lýsa þegar myndefni sem að sýni þig naktan eða er af kynferðislegum toga er deilt án þín samþykkis. Þá þekktu krakkar niður í 12 ára í hverjum sal sem ég talaði, hver einustu kennslustofu, þá fór svona fjórðungur handana upp á loft þegar ég spurði hver þekkir einhvern jafnaldra sem hefur orðið fyrir slíku. Og í dag er þetta bara komið niður í 5, max 10% af höndum sem fara á loft og ég hugsaði, er þetta bara ég sem að er að horfa með einhverju óskhyggju út í salinu og kannski ekki að telja hendurnar rétt, en þetta stemmir við þróun sem við sjáum líka bara í niðurstöðum fjölmiðlanefndar að það er minna það í dag að þetta stafræna ofbeldi sé beitt í jafn miklum mæli og var og af jafn alvarlegum toga. Þannig að mögulega erum við að taka líka einhver framfarsskref. Já, hvernig ætlum við höfum náð þessum áfanga að svona einhvern veginn bremsa af þessa þróun sem var í þessu stafræna kynferðisofbeldi einmitt fyrir 10-15 árum. Ég man þegar við vorum að fara af stað með druslugönguna þá var þetta einmitt rosalega nýtt og við og þetta var svona, þetta voru svona ókannaður slóðir og einmitt hvernig maður ætti að tækla druslusamtalið í kringum þetta, bara nei, en þú þarft ekki að skammast þín, en þú veist þetta er svo marga laga já, þannig að ég velti fyrir mig bara hvernig, hvað gerðu við rétt þannig? Já, það var á mig. Nei, ég skal alveg kastur út í þessa lög. Ég held að það sé bara eins og hefur svo margsinnis verið látið falla í þessu spjall okkar, ekki einhlít skýring á því, ég held sé mjög margt sem hafa komið þarna inn í mynd. En ég held að við bæði verið vitundarvakning, ég held að verið vitundarvakning hjá foreldrum, að fylgjast betur með stafrænu miðlanotkun barnanna sinna. Ég held að hafi líka verið bara árvekni á miðlunum sjálfum. Í dag eru til verkfæri sem að auðvelda mann að taka út efni sem er skaðlegt, sem voru ekki til bara fyrir örfáum árum. Þannig að það er, já, eins og ég segi, ég held að þetta sé samlegðar áhrif af bæði
árvekni foreldra, vitundavakningi í samfélaginu, auknum tæknilausnum og fræðslu. Og svo þetta svona ákveðin nýjabrum að þú veist, þegar ný tækni kemur fram á sjónarsviðið að þá notum hann á alla veg og kanta áður hún finnur sér svona ákveðið mettunarstig og ákveðið hlutverk. Þannig að já, ég held að sé ekki neitt eitt svar við þessu en þetta svona kannski meðal þess sem kemur svona efst til hugar. En þú, Linda? Já, ég alveg sammála og ég held að það hafi verið líka svona viss, ég að reyna að finna íslenska orðið, svona neutralisering á þessu vopni. Þú veist að það voru alveg komu þarna svona vissar heimildamindir og annað og umtal þar sem að konur svolítið stigu fram og svona ákveða bara að birta fleiri myndir af sér og slíkt og þetta varð svona þetta vopn svolítið misti svolítið það var ekki eins beitt lengur. Fríður nippul. Já, þetta var bara einhvern veginn svona dæmdi sér svolítið sjálft þú byrjaðir að gera þetta og þetta einhvern veginn varð ekki eins sjokkerandi. Þannig að líka þetta skref sem að þolendur tóku á móts við þetta ofbeldi var líka ótrúlega svona aðdánavert að sjá. Við bara skuldum þessum konum sem skiluðu skömmin ofbeldið svo ógeðslega mikið. Það gerði bara fullt, sko. Alveg helling. En stafrænt ofbeldi náttúrulega á sér enn stað í miklu mæli þótt að það sé á annan hátt og þetta náttúrulega enn til. Það er svo áhugavert að taka að við vorum að tala um ofbeldi í nánum samböndum ég held að það helmingur þeirra kvenna sem komu til okkar í viðtalsþjónustunni og konur sem að hafa stigið út úr ofbeldinu sem sagt búa ekki lengur eða eru ekki lengur í sambandi með geranda sínum en ofbeldi á sér enn stað og það er þá oft mjög stafrænt, mikið stafrænt ofbeldi, mikið á hótunum, mikið verið að fylgjast með þeim, ofbeldi gegnum börnin og eins með konurnar sem koma inn í athvarf til okkar breytingin í rauninu svo að þær taka ofbeldi með sér inn í athvarfið í dag að þú getur ekki skilið við það við dyrnar, það fylgir þeim áfram í gegnum síma og annað og þeir eru að fylgjast með þeim og hóta þeim og það er vissulega verið að nota svona tracking og annað bæði í skólatöskum barna eða í símum kvenna eða annað slíkt þannig að ofbeldið mallar þarna þó svo þú takir þetta stóra skref og stýr út úr ofbeldinu þannig að þær þurfa ofta ráðgjöf með það hvernig ríf ég mig út úr þessu endanlega þó svo ég sé flutt út þá það bara ekkert alltaf dugar það ekkert alltaf til. En nú, ég meina hvernig sko, nú veit ég að þið hafi nú kannski ekki alveg alls svarin en sko, nú ég bara að hugsa bara karl bara ofbeldi skeranda sem að í einhvern veginn þessum fasa, það er hann einhver, þú veist, ástvinnur farin frá þeim vegna þess að þú gerðir honum illt og kannski búin að gera árabil og ég meina þeir hljóta að vera meðvitaðir vel flestir það sem þeir að gera, þú veist, ekki þeir allir bara eitthvað veikir eða siðblindir þannig að hvernig getum við náð til þessara karla sem eru aktíft í því að beita ofbeldi, þú veist, ekkert eitthvað net, enginn sem getur gripið á, þú veist, það væri ekki bara við hæfi að vera með bara hérna á vegum hins opinbera bara eitthvað deild hreinlega sem að bara svona kiftið með hans úr umferð og klappaði þeim og sagði bara karlatkvarf já, einmitt sem við fjallegum nú yfirlega kallað eftir því hvað með karlana það reyndir í öðrum tilgangi verið þeirra kalla eftir því, sko, það eru karlar sem þolendur en ég var alveg til að grípa þetta fyrst, þetta náttúrulega mjög mikilvæg spurning að skoða gerendur og það ekkert ástæðlausu sem ég talaði að við þurftum að byrja á börnunum og það að því að það svona kannski lýsi pínu vonleysi yfir því hvað hægt að gera með fullorðnum gerendum en vissulega þarf að auðvelda þeim að reyna að leita sér hjálpar eða taka í burtu einhvers konar skömm og reyna að horfast í augu við hvað þeir eru að gera. Vandamáli við þetta að gerendur upplifa sig mjög sjaldan sem gerendur og sjá sig ekki þegar þú ert að lýsa geranda eða lýsa slíku ofbeldissambandi þá eru þeir ekki að spekla sig inn í það. Það er mjög óalgengt. Þeir upplifa sig oft sem þolendur sjálfur og einhvern veginn eru þeir að reyna að bjarga einhverjum aðstæðum og einhverju ómögulegri konu frá sjálfum sér og finnast þeir þurfa einhvern veginn að hafa stjórn á hlutum og eins og hún lýsti mjög vel þetta með stjórnunina, það er lykil orð í þessu öllu saman, það er að halda stjórn
það einhvers konar sem þeir sjá oft sem einhvers konar ábyrgða hlutverk bara til að halda hlutunum gangandi af því það allt svo ómögulegt. Þegar þeir á annar borð eru tilbúnir að horfa lítið í eigin barm og vinna í sínum málum, þá vissulega eru til ýmis verkfæri. Það þarf að gefa vel í þeim málum ef betur skal, ef að vel skal duga til, og við erum núna með heimilisfrið sem að vinna algjörlega ágætt starf, en það þarf að leggja mun meira fjármagn í þá vinnu. Við berum þá vinnu við Evrópustandard á því hvernig vinna á með gerendum, þá eru þau skref í rauninni, það eru 9 skref sem það þyrfti að taka. Sá rammi lýsir þessum 9 skrefum og ég veit að við höfum bara ekki haft burði til þess hér. Eitt af þessum skrefum sem er mjög mikilvægt er að það sé vinna í gangi með þolandanum á sama tíma og það er vinna með gerandanum. Ekki á sama stað, en að sé alltaf samstíga vinna, af því það hefur oft sýnt sig að þegar vinnan fer af stað með gerandanum þá ofbeldi það til að versna fyrstum sinn, af því þeir fari í einhvers konar vinnu með sjálfan sig og þá kemur einhvers konar fórnalamb í ljós eða þolandi hjá sónum sjálfum, eða það er svo margt sem kemur upp á yfirborðið, maður veit aldrei hvað það er. Þannig að það er svo mikilvægt að verja þolandan í sambandinu þegar slík vinna fer á stað. En það hefur sýnt sig að tölur frá heimilisfriði er að sýna lækkun í líkamlegu ofbeldi oft, ekki andlegu eins mikið, og líka ólíkar tölur og ólíkar upplifanir frá þolandanum og gerandanum. En þetta segir okkur náttúrulega bara hversu margslungi og hrikalegt andlegt ofbeldi er. Og það er náttúrulega ofbeldi sem við erum að eiga mest við í rauninni. Það er þessar konur sem eru að koma til okkar og algjöru einangrun, algjöru niðurbroti í mörg ár og eru náttúrulega gjörsamlega búnar að týna kjarnanum sínum, og þetta er mesta vinnan fyrir þetta. Þannig að Já, við Linda lýstumst báðar upp þegar þú spurur út í gerendur og hvað er að gera með gerendum, við bara yes! Því það er náttúrulega, þegar upp í staðið undir rót vandans og sko, við sem hefur verið þó nokkur ári í þessu, byrjum ekki í gær. Við erum einmitt orðna svolítið langþreyttar á fókusunum sem að þolendur hafa fengið. Þetta, maður spessi bara, okkur ennþá verið að kenna okkur að óttast nornir en ekki fólkið sem brendi þær lifandi. Það er þessi sýn á konuna í gegnum aldirnar, í staðin fyrir að horfa á raunverulega þá sem eru að skaða og jafnvel deyða konur eða hefta okkar frelsa einhverju leyti. Og við einmitt í mínum samtökum sem kalla sig Nordref, sem vann einmitt rannsókn með kvennaathvarfinu, að við skoðum gerendur og vildum skilja hvaða væri sem að lægjað baki þessum 3 algengustu stafrænu ofbeldis aðferðum sem konur eru beittar af hálfu karla á Norðurlöndunum. Fengum við bara töluvert mikið af svörum hér á Íslandi, þannig að við teljum bara að þetta rýna hansi vel í tölunar hérna. En þar horfðum við sérstaklega til hótana, eins og Linda er að lýsa, stafræna kynferðisofbeldisins, þar að segja þeirra nektarmyndum með kynlífsmyndböndum er dreift í óþökk þeirra sem á þeim sjást, og svo tippamyndirnar illræmdu og alræmdu. Ég er mitt. Eigum við að byrja á þeim stelpur, hvað að ræða það. En já, við sáum að í 2 af þessum 3 brotaflokkum, að þar voru núverandi eða fyrrverandi makar í miklu meirihluta. Og það var bæði í hótununum og í myndræna og stafræna kynferðisofbeldinu. Og það hefði síðan enda kannski skýrist af því að þar er þetta svona viss tækifærisglæpur að þeir búa yfir þessu myndefni af sinni fyrrverandi og geta þar alveg nota til þess að halda áfram ofbeldinu. En við skoðum hvernig þeir rökstiða sér sjálfir, hvernig þeir réttlæta og afsaka sína hegðun með því að kafa hún í dóma og sjá bara hvernig þeir eru andspænis dómar að þurfa að útskýra af hverju gerðu það sem þeir gerðu, að þá voru svona þrástefin, einmitt eins og Linda að segja, að þeir horfast ekki auðvitað þetta sem ofbeldishegðun, heldur er einmitt mjög mikið svona frávarp að hún lét mig gera þetta, hún gerði mig svo reiðan og ég var svo auðmýktur og hún vogaði sér að halda áfram með lífið og kannski komið í annað samband og svona, þannig að það er mitt afbrýðsemi og svona, særðar tilfinningar og
höfnun greinlega tilfinning sem að karlar sem að eru með ofbeldishegðun tekið mjög erfitt að glíma við og það líka þrástef við horfum bara til svona voðaverka eins og til dæmis fjöldaskotarása í Bandaríkjunum að þar hefur verið bara mjög sterk fylgni að karlar sem fara með byssu inn í verslunarmiðstöð að skjóta á tónleikastað eða eitthvað að þar mjög oft saga af ofbeldi í nánu sambandi og jafnvel höfnun skömmu áður að konan hefur skilið við hann eða í einhverju tilvikum mist vinnun eða eitthvað svoleiðis að það höfnun sem körlum finnst sem æmitt með svona ofbeldisstreng finnst erfiðast að glíma við. En svo var líka svona afsakanir eins og ég var nú bara að grínast eða hún miskildi mig eða í tilviki tippamynda ég vildi bara svona flörta og ef við tökum alla þessa breytt, þetta svo mikið róf og skoðum en hvað á þetta allt sameiginlegt að þá þarna þar sem þetta allt á sameiginlegt ákveðin skortur á tilfinningafærni og samskiptafærni að því ef þú getur unnið úr tilfinningum á borð við höfnun á skilvirkan hátt þá ekki að beita aðra ofbeldi í þeim prósess og ef þú getur unnið úr tilfinningu eins og það að hafa kynferðislega romantískan áhuga á konu og með samskiptafærnina til þess að tjá það, þá ekki að lendi því að áreita hana kynferðislega óvart. Þannig að sko, þetta eru kannski að vissuleiti blendnar fréttir. Ég myndi segja góða hliðin á þeim og það sem vekur mér von að færni eitthvað sem hægt að kenna. Það hægt að kenna fólki að verða betri í samskiptum eða betra í að meðtaka og höndla og vinna úr eigin tilfinningum sko. Og þar einmitt bindi kannski meiri voni við ungu strákana því að eins og Linda segir að í sum tilvikum þegar ofbeldishegðun hefur fengið að sko festa sig í sessi áratugur og jafnvel hluta af sjálfsmynd geranda að þá kannski orðið aldrei erfitt að grípa inn í en þó ekki ómögulegt. Alls ekki og ég vil bara alveg ítreka það. Maður alveg heyrt af ýmsum meðferðum og samtalsmeðferðum og annað sem að virðast oft vinna með þeim og það mikilvægt að þeir finni hjá sér að það sé eitthvað hægt að gera, að þetta sé ekki vonlaust. Annað sem að ég væri til í að fá að fagna alveg eins og ég þótti segir, það svo mikið fögnuður að taka þennan ofurfókus af þolendum og við þessar konur sem vinnum við þetta að geta sett fókusin á gerendur. Það sem ég ætla líka að undirstrika að þetta eru konur. Þetta í langflestum tilvikum konur að vinna í þessum málaflokki, ráðstefnur og annað fundir, hvað það þá eru þetta konur að reyna að vinna út úr þessum vandamáli og þetta mun aldrei vinnast nema við komum öll á borðinu og það það sem maður vill fara að sjá. Það fókusin á gerendur og karlmenn og fleiri kyn að borðinu til þess að vinna úr þessum málaflokki og vinna að lausnum og sína fyrirmyndir og vera ófeimnir við að stíga fram og ræða þessu mál. Og það ekki að tala um gerendur, heldur bara það kannski það sem að maður hefur kannski svona upplifað í umræðinu að þetta á internetinu og samskiptamiðlum og annað og það það þetta tala um cancel-kultúr og einhvern veginn og karlar verðast einhvern veginn svona svolítið fara í einhvern baklás og þá það kannski lítur þannig út að þeim finnst þetta ekki vera samtal einhvern veginn fyrir þá. Þetta ekki þeirra samtal, þetta einhvern veginn ekki á þeirra forsendum. Það eru greinilega bara ekki nógu margar fyrirmyndir eða bara karlar sem að vinna í þessum geira sem að einmitt fókusa á það og svona opna þetta samtal og svo þessir karlar sem að hafa sannarlega þeim hefur verið cancelað svo ég haldi áfram að sleppa aðeins og hvernig við við þurfum að taka það samtal alveg líka væntanlega hvernig við ætlum að og hvar við ætlum að hætta að cancela þeim fordæma það sem þeir hafa gert og kannski svona leyfa þeim að verða betri manneskjum af því að ég allavega og trúi því að það sé hægt að laga fólk og fólk geti vel gert sér grein og unnið í sér og komið til baka bara öflugt og gott og reynslunni ríkari einhvern veginn og þú þekkir þetta svolítið, þú gafst út bók fyrir einhverjum árum síðan
sem að svona fór svolítið yfir þetta, þú og þinn gerandi skrifið saman þessa bók. Nákvæmlega, já. Sem að hefur nú bara farið sigur fyrr heiminn, varst ekki að bara þýða eitthvað staðar, Tékklandi? Jú, hún kom eitthvað út í síðasta mánuð í Tékklandi sem 14. landið sem hún komið út, já. Já, akkurat, mér finnst cancelkultúr og slaufunar menning Slaufunar, það var orðið sem ég var að leita Nei, mér finnst það alveg ofboðslega heillandi og mikilvæg umræða. Bara, mér finnst ótrúlega mikilvægt að tala slaufunar menningu og mér finnst ég hlint því að pöpullin, líðurinn, við fáum kannski á áður óþekktan hátt í mannkynsögunni að taka áhrif og völd af fólki sem að misnota þau. Þú veist, það svo mikilvægt tæki og að því leitinu til þá finnst mér í grunninn hugmyndafræðilega klálega já, styðja það að valdefla líðin í því að taka af stalli fólk sem kann ekki fara með áhrif sín og svona viljum við ekki hafa í samfélaginu okkar. Að senda skilaboð. Þú mátt koma tilbaka þegar Nákvæmlega og svona zero tolerance gagnvart ofbeldi En svo hefur auðvitað slaufunarmenning eins og allt annað bara í veröldinni, margar hliðar og auðvitað hún misnotu líka, bara eins og allt annað sem við nefnt í dag. Það þetta misnota allt til þess að koma höggja á andstæðinga eða reyna að taka niður einhverja umræðu eða eitthvað slíkt. Og þar auðvitað þurfum við bara að vera sífellt að ræða málin og bara hvar viljum við setja mörkin og hver ákveður það. Og í mínu tilviki, ég einmitt gaf út bók reynslu mín af kynferðisofbeldi með manninu sem framtíða. Við vorum kannski á vissan hátt fyrst í heimi sem gerandi þolandi að stíga fram opinberlega og segja söguna frá sjónarhóli beggja og ég skil svo vel þá sem vildu slaufa honum vegna þess að þeim fannst bara óþægilegt og óviðeigandi að maður sem fram í kynferðisofbeldi fái bara einhvern veginn að standa í sviðsljóma og baða sig athygli og jafnvel, þú veist, einhverju óttuðist það hann myndi ríða feitum hesti fjárhagslega frá þessu uppátæki sem hann gerði ekki. Hann einmitt gaf kvennaathvörn ágóðan og afsælaði sér ágóða. Þannig að en ég skil það svo vel að því að auðvitað er það eitthvað sem við virkilega hugsa okkur tvisvar hvenær maður veitir ofbeldis fólki hljóðnemann, að sjálfsög. En ef við skoðum líka, þetta 2017, hvað var í gangi í heiminum þá? Jú, maður sem var einmitt að hljóta aftur forsetastólinn í Bandaríkjunum, Donald Trump, hann hafði nýverið verið gómaður á upptöku að stæra sig af kynferðisofbeldi í garð kvenna og í staði fyrir að sjá að sér og reyna kannski að draga úr skaðanum sem þetta olli að þá fór hann bara í það þegar hann komst að einmitt normalisera, draga úr skaðleika verknaðarins og bara í raun og veru afskrifa þetta sem búningsklefatal sem væri bara eðlilegu hluti af menningu karla. Og það finnst mér vera svo ofboðslega skaðlegt. Það setur okkur aftur marga áratugi. Við erum búin að vera að mjakast í áttina því að þú veist, nei, það er ekki eðlilegt að beita ofbeldi, það er ekki hluti af karlmennsku, þú veist, það er bara þvert á móti afskaplega skaðlegt. Þannig að það að minn gerandi, Tom, að hann skulle hafa staðið á sviði og reynt að halda uppi mótorðræðu, orðræðu gegn þessu, gagnorðræðu, þar sem hann segir, þetta vissulega ofboðslega skaðilegt, þetta engan veginn hluti af eðlilegri menningu sem karlar ættu að gangast upp í eða karlmennsku eða neitt slíkt og það við engan annan að sakast en mig, því ég tók þessu ákvörðun og ég ber ábyrgð á henni og minn þolandi ætti aldrei að þurfa að bera neina ábyrgð eða skömm fyrir minn verkna. Að mér finnst þegar spurningin eigum að slaufa mönnum sem hafa beitt ofbeldi, þá svarið mitt, það fer alveg eftir í hvað þeir að segja. Mér finnst líka bara mikið hægt að komi fram að slaufun ekki neitt nýtt í samfélaginu. Þolendur hafa verið slaufaðir áratugum saman. Þolendur sem stíga fram, þeim hefur verið slaufað þú veist, stúlka í litlu þorpi eða hvað það og stígu fram vegna kynferðisofbeldis eða annað. Þeim verður slaufað vítt og breytt og þannig að þetta ekkert nýtt. Einnig á ég nú enn eftir að sjá þann karl á Íslandi sem hefur ekki getað stígið tilbaka úr slíkri slaufun í íslensku samfélagi en það kannski annar mál. Það til hliðar sett að þá það alveg rétt. Það virðist vera erfitt fyrir karlmenn að koma á borðinu. Þeir eru komnir í vörn og finnst svona svolítið að sér ráðist og það
eitthvað sem við þurfum að laga af því þetta hefst ekki öðru sig heldur en við tökum öll þátt í umræðinni og absolutt að sé hægt að stíga fram eins og Þórdís segir eins og hennar gerandi gerði að stíga þá fram með réttu skilaboðin og hvernig þú stígur fram og talar að þá í góðu lagi og í rauninu nauðsynlegt að kastljósið beinist að einmitt gerendum að þeir fái rýmið til þess að reyna að svona vinna úr sínum málum og koma tilbaka. Já, og kannski við má skjóta inn, ekkert endilega fyrir þá, heldur fyrir okkur sem samfélag. Fyrir okkur til að skilja. Ef við ætlum að geta upprætt þeirra hegðun, þá verðum við að skilja hver hvatin að baki og við getum ekki skilið það ef við þökkum niður í þeim fáu röddum sem eru þó tilbúnir að veita okkur innsýnina og eru tilbúnir að segja hvaða var sem hvað hugrenningar og rangkomendir lágu að baki þess sem þeir gerðu. Og leið að við vitum hvað rangkomendir það eru, þá getum við byrjað að vinna með þær. En við getum það ekki ef okkur finnst of óþægilegt að leggja við hlustir, að við þökkum niður í umræðina og nú færa að eiga sér stað. Sko. Já, það einmitt, þetta vand með farið og þá sérstaklega ef að við út frá sjónarhóli þólenda sem eru bara með, marblett einhvern veginn á sálinni og fá triggerast við, oft við minnsta, bara einhvern veginn svona áreiti og einhver læti á samfélagsmiðlum, þar sem eru gerendur og það svo aftur á móti virkar útilokandi fyrir eitthvað samtal, ég meina, hvernig getum við fundið balans í þessu? Þannig að bara einhvern veginn einmitt, þannig að samtali geti átt sér stað en þú veist, engum þurfa að líða illa. En þetta samt óþægilegt samtal, þannig að það kannski líka viðbúið. Þannig að já, þetta svolítið svona. Við höfum náttúrulega reynt að temja okkur svolítið að nota svona váviðvaranir, nota svona trigger warnings og annað. Þannig að þeir sem eru komin stutt í sínu bataferli að þau geti þá bara ákveðið að taka ekki þátt í ákveðin umræðu, að neita ekki ákveðins efnis á samfélagsmiðlum einmitt til þess að vera ekki að koma þeim í uppnáma óþörfu. En ég held að sé nokkuð ljóst að gerendur eru alls þar og gerendur eru bara eins og Linda kom inn á áðan úr öllum þjóðfélagshópum og vinna við öll möguleg störf og við sjáum þá í fjölmiðlum og þeir eru að keppa í landsliðin okkar og þeir eru stjórnmálamennir okkar og þeir eru bara ástræli leikar og þeir eru alls þar. Þannig ég hugsa að maður kæmist nú ekki langt í lífinu ef maður ætlaði ekki að heyra það að sjá í ofbeldismönnum, sko. Að það er eitthvað sem ekki hægt, þau eru svona búið einhvers konar lofttæmi. Þannig að auðvitað er óskandi að reyna að gefa þessu öllu plása að þolendur sem eru komin stutt í bataferli og eru að triggerast auðveldlega fái þá rými og þurfa ekki að taka þátt í sársaukafullir umræðu, en að við hin sem erum kannski komin lengri í okkar bataferli erum jafnvel ekki með samskonar sálarmein og hefum þá bolmagnu og burðina, tökum samtalið einmitt fyrir þau, þannig að þau þurfa ekki að standa í því. Og það er eitthvað sem hefur loðað af íslenska umræðu og er mikill smánablettur á okkur sem þjóð. Það að það þarf einhvern veginn svo oft þolandi eða þolendur að stiga fram og berskjalda sig alveg í kviku til þess að fá okkur umræði í gang. Þurfa alveg svoleiðis að skræla utan af sér og bara rífa hrúðrið ofan af sínum sárum til þess að kastljósið berist að kjarna málsins eða einhver umræða eigi sér stað ofbeldi. Og þetta myndi ég mjög gjarnan vilja sá kaleikur væri frá þeim tekin. Og ég vil líka taka undir þessi Linda sagði, ég vil sjá karla taka sér leiðtoga hlutverk í þessu málaflokki. Þú veist, karlar þeim umhugað leiðtoga hlutverk víðast hvar annars það er. Hér mættu þeir það alveg okkar vegna, sko. Við viljum það, við myndum telja að það yrði árangursríkara. Því miður sýna kannanir að karlar hlusta meira á aðra karla. Þeir lesa bækur eftir aðra karla, þeir neyta efni sem framleitt á öðrum körlum á meðan að konur að neyta miklu jafnara, þeir að neyta efni eftir öll kyn, á meðan að karlar eru svona meira að horfa til þess sem aðri karlar segja. Þess vegna teljum við, Linda, og fleiri sem starfaði þessi mál, að almennur árangur náist ekki fyrir að við náum eyrum markhópsins og þar virðast karlar eiga greiðari aðgang að öðrum körlum. Og svo að lokum, eitt sem ég vil nefna, það er svona ákveðin skaðleg karlmennska sem er stundum svona dulbúin sem bandamennska. Að karlar koma og vilja sko vernda okkur konurnar, þú veist, fyrir ofbeldiskörlum.
Já, og ég ætla bara þetta mjög oft og þessi orðræða er notuð mikið gegn transfólki og svo innflytjendum og akkurat. En sem sagt, ég vil bara segja sem kona, við karlar sem erum þetta hugafar, við viljum ekki að þið vendið okkur fyrir ofbeldiskarlum, við viljum að þið hættið að venda ofbeldiskarla. Það er það sem við viljum. Nákvæmlega. Við kannski ættum að láta þetta verða loka orðin því að þau voru alveg stórkostlega góð og skýrt og skorin orð. Við gætum auðvitað að setja fram á nótt og ræta þessi mál. Það er að næga að taka og ég kannski bara fæ að hóa í ykkur aftur bara við tækifæri. Mér finnst þetta bara að vera ansi gott gengi við borðið. Takk sömuleiðis. Ég heiður að fá að sitja hliðin á áhrifamestu konu í heimi. Já, svo einmitt. Það er ekkert smáflott til hamingju með það. Til hamingju, Linda. Linda Dröfn, forstýra Kvennaathvarfsins og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir aktivisti og sérfræðingur í stafrænu kynferðisofbeldi. Þakka ykkur kærlega fyrir að setjast niður með mér og spá í hlutina. Gott að sjá ykkur. Takk sem og ég bið ykkur kæru hlustendur og áhorfendur að hingra því að það er meira efni hér handa á hornið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is